Jæja, Halli, nú ertu búin að ræfa hérna í Hofi í morgun. Hvernig ganga af ykkur, hvernig stemmingin? Stemningin gríðarlega góð og ég myndi segja að æfingar væri að ganga vonum framar. Þetta krefjandi verkefni að tengja saman svona hljómsveitir, en allir sem að þessu standa að gera gríðarlega gott mót og komu vel undirbúin til leiks sem skiptir höfuðmáli í þessu, og þetta bara hafast núna á lokametrunum. Þetta ekkert smá batteri, 200 manna hljómsveit eða svo? Já, það nefnilega meira en að segja að koma þessu heim og saman, og á baki svona liggja gríðarlega miklar æfingar. Við vorum náttúrulega vel undirbúnir og vorum búin að æfa vel einir og ég sé að bæði krakkarnir og fullorðna fólki sem að spila á hinn sinfónísku hljóðfæri búið að leggja mikla vinnu í æfingar líka. En Pollapönk meira heldur en Eurovision þó það sé málið í dag. Hvað kemur til að Pollapönk komi í Eurovision? Já, það var nú eitthvað bara svona skyndi ákvörðun að senda inn lag. En já, eins og þú segir, þá var Pollapönk stofnað 2006. Ég og Heiðar vorum að gera BED-ritgerðina okkar í Kennaraháskólanum og vorum bara 2 fyrst og gáum út stórfyrirtæki hér í bæ sem heitir Tindur. Gáum okkar fyrstu plötu út þar og síðan þróaðist þetta yfir í að vera svona hljómsveit, og þá fórum við að vinna lögin meira saman og fórum að spila út allt og við nálgumst þetta verkinu bara eins og allar hljómsveitir sem við höfum verið í. Við æfum mikið og leggjum mikið metnaði í tónleikana og æfingar og lagasmíðar og textasmíðar og það ekkert öðruvísi einhvern veginn þó að áhorfendahópurinn svona frá börnum upp í fullorðna, það er ekkert öðruvísi hljómsveit að vera í slíkum pælingum. Er þetta langur vegur eða stuttur frá botnliðið? Þetta merkilega stutt, en tímasetningarnar á tónleikunum eru kannski á kristilegri tíma, sem kostur. Það stóri munurinn? Já, það aðalkosturinn, maður komin heim í rúmi á skikkalegum tíma. Og þið félagarnir, hafið einhver tíma fyrir svona, fyrir vinnu? Þetta tímafrekt, vissulega sérstaklega núna eftir við unnum Eurovision. Það svona törn og bara smá akkord og menn þekkja það í sveitinni. Það þarf stundum þegar það er þurrkur, þá þarf aðeins að taka til hendinni og það bara þannig núna. Svo það að fara út, verði núna næstu dag úti, og hvernig stemmingi fyrir þessari keppni? Bara rosalega góð. Náttúrulega það væri galið að vera í þessu og allir ekki að hafa gaman að þessu. Annars væri engin tilgangur með þessu og við förum með það að leiðarljósi út að við ætlum fyrst og fremst að skemmta okkur og reyna að skemmta einhverjum í leiðinni. Markmiðið okkar að reyna að komast upp úr þessu riðli og svo að Íslendingar geti haldið almennilegt Eurovision-partí á laugardeginum 10. maí. Það verður erfitt verkefni, en við erum bjartsýnir menn og ætlum að kýla á þetta. Life is way too short for short-sightedness. And tell me who has got the time for narrow-mindedness. Listen to what I say, 'cause everybody looks the same on the inside, and it pays to wear a smile. Let's do away with prejudice. Don't discriminate, tolerance is bliss. We got to get together on this. Cross this problem off our list. I may stutter when I speak, but you don't need to call me a freak. It's not trigonometry. Inside we're the same. Even if you're taller or
or someone who is smaller, or perhaps you're thinner, or one who loves his dinner. Listen to what I say, 'cause everybody looks the same on the inside, and it pays to wear a smile. Let's do away with prejudice, don't discriminate, tolerance is bliss. We got to get together on this, cross this problem off our list. I may stutter when I speak, but you don't need to call me a freak. It's not trigonometry, inside we're the same. Trigonometry, inside we're the same.